Úkraínskir hermenn hafa náð yfirráðum í nokkrum þorpum í Rússlandi í dag og eru sagðir komnir 30 kílómetra inn fyrir landamærin. Dæmi eru að lagnir í húsum sem Þórkatla hefur keypt í Grindavík hafi gefið sig. Til stendur að ráða 2 starfsmenn sem eiga að hafa eftirlit með íbúðarhúsnæði í bænum og sinna viðhaldi. Ferðalangar sem koma til Lofoteneyja í Noregi þurfa bráðum að greiða sérstakan skatt sem að nýta á til uppbyggingar innviða. Sveitarfélögin eru fátæk og ráða ekki við sífellt fleiri ferðamenn sem þangað koma. Vega- og brúargerð yfir Hornafjarðarfljót ógnar framtíð kartöflugarða í Hornafirði að mati bónda í nágrenninu. Heimamenn hafa varað við áhrifum framkvæmdanna í áratugi. Það margföld amma á Húsavík sem við ætlum að fjalla í fréttatímanum. Hún Íslandsmeistari í spyrnu þó hún segist ekki að hafa nokkra hugmynd hvað fær bíla til þess að keyra. Gott kvöld og velkomin í þennan síðasta nýju fréttatíma sumarsins. Ólympíuleikunum lokið og á morgun verða fréttir okkar klukkan 7 og 10 eins og venja hefur verið. Við byrjum í útlöndum. Ótti hefur gripið sig hjá íbúum í héruðum í Rússlandi þar sem úkraínski herinn hefur hreiðrað sig undanfarna 6 daga. Úkraínumenn hafa verið þögulir árásirnar þar til í gærkvöld að forsetinn tók af allan vafa. І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора. Bardagar halda áfram og rússneska varnarmálaráðuneyti segir að 35 drónar hafi verið skotnir niður í Kursk og nærliggjandi héruðum. 13 eru sagðir hafa særst þegar brot úr drónum fjallað á. Машины горят, машины 3-4. Все, люди кричат, дети выбегают все из домов. Шторы сорвало, кафель упал. Очень было страшно. AFP-fréttaveitan hefur eftir ónefndum úkraínskum embættismanni að markmið innrásarinnar í Kursk sé að valda sem mestu tjóni og sýna fram á að rússar get ekki varið eigin landamæri. Innrás Úkraínumanna kom íbúum í rússnesku bæjunum í opna skjöldu. Раз прилет, два прилет, три прилет, а на 4-м полхаты разнесло. Fréttir að 1000 úkraínskir hermenn hefðu ráðist inn í Kursk komið frá Rússum. Úkraínski embættismaðurinn fullyrti við AFP að þúsundir hermanna hefðu tekið þátt í aðgerðunum. Мы вышли все в дыму. Конечно, это паника была возле подъезда, это просто ужас. Прям волна такая. Мы в коридор вовремя выбежали. Fólksflutningar héldu áfram í morgun. Rússar sáðu í gær að flytja ætti tæplega 80.000 frá átakasvæðunum. Муж все время в погреб бежал, а я первый день в погреб побежала, потом у меня температура поднялась, я не могла. Потом у себя в комнате думаю, уже будь что будет. Легла калачиком, оно и бах, и бах, и бах. Þeir sem rýna í stöðuna í stríðinu segja að Úkraínumenn hafi farið yfir landamærin til að létta þrýstingi af Austurvíkstöðunum þar sem Rússar hafa náð valdi á fjölmörgum bæjum og borgum síðustu vikurnar. Framkvæmdastjóri fasteignafélagsins Þórkötlu segir alveg klárt að verja verði eignir félagsins í Grindavík. Ráðnir verða 2 starfsmenn til að sinna viðhaldi fasteigna. Þórkatla hefur keypt megin hlutan af öllu húsnæði í bænum. Þessar mundir erum við búin að festa kaup á 852 eignum í Grindavík af þeim 917 sem hafa sótt nú þegar. Garðar hér í Grindavík hafa ekki verið hirtir mikið í sumar enda má svo sem einu máli gilda hvort að þeir hlaupi í órækt eða ekki. Það hins vegar húsin hér allt í kring sem skipta mun meira máli. Til þess að fylgjast með ástandi þeirra stendur til að ráða 2 húsverði ef svo má að orði komast. Og svo munum við leita til verktaka á svæðinu með svona þær aðgerðir sem þarf að gera. Ýmislegt getur gerst í yfirgefnum húsum og Örn Viðar segir þetta fyrst og fremst gert til öryggis.
Það eru mikið af lögnum sem hafa orðið fyrir áföllum og við erum búin að lenda í því að lagnir hafa gefið sig í húsum sem við höfum tekið við. Og það þarf að sturta niður í húsum sem eru ónotuð og passa að lofta og annað þess háttar. Sumir ætla ekki að bíða eftir viðhaldi hins opinbera og sinna því sjálfir. Við erum búin að selja Þórköllu húsið og styttist í afhendingu og svo bara eins og svo margir að þá vitum við náttúrulega ekki hvernig þetta verður í framhaldinu. Þannig að þetta má kannski segja að þetta sé svona fyrirbyggjandi en maður skildi nú vilja nýta kaupréttin seinna meir. Það verða sem sagt mannskapur í vetur þarna og til frambúðar til þess að líta eftir eignunum og passa allt sér í lagi. Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari krefst þess að dómsmálaráðherra hafni kröfu ríkissaksóknara að leysa hann frá störfum. Fyrri áminning fyrir ósæmileg ummæli hafi verið ógild. Á föstudaginn barst dómsmálaráðherra bréf frá lögmanni Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara þar sem sagt rangt að Helgi hafi sýnt af sér ósæmilega háttsemi með ummælum sínum flóttafólk og hælisleitendur frá Mið-Austurlöndum. Þess einnig krafist að ráðherra hafni kröfu ríkissaksóknara að veita Helga tímabundna lausn frá störfum. Málið tengist ummælum Helga Magnúsar sem hann lét falla eftir að Mohammad Kurani var dæmdur í fangelsi fyrir líkamsárás en Kurani hafði ofsótt Helga og fjölskyldu hans árabil. Í bréfinu því haldið fram að Helgi hafi ekki tjáð sig sem vararíkissaksóknari. Þess vegna njóti hann rúms tjáningarfrelsis og skipti þeir engu máli hvaða stöðu hann gegnir innan stjórnkerfisins. Einnig segir að áminning sem ríkissaksóknari veitti Helga 2022 sé ógild þar sem aðeins ráðherra hafi vald til þess að veita embættismönnum áminningu. Hún sé sömuleiðis skilyrði fyrir því að ráðherra geti leyst Helga frá störfum. Rúmlega 20 Venesúelabúar sem synjað var alþjóðlega vernd hér á landi voru sendir úr landi í gær. Fjöldi landaðeira mótmælti í Leifsstöð fyrir brottförina. Fólki lent í Caracas en þau sem enn eru hér á landi hafa ekki náð sambandi við neinn, enda telja þau víst að símar fólksins hafi verið gerðir upptækir. Talsmaður Útlendingastofnunar sagði í hádegisfréttum að stofnunin fylgdist náið með þróun mála í Venesúela en mæti aðstæður þar að sinni ekki svo hættulegar að fólki væri ekki óhætt að snúa aftur. Stofnunin hefði engar spurnir haft að því að fólk sem hefði snúið aftur héðan hefði verið fangelsað eða beitt harðræði við endurkomuna. Tugir þúsunda mótmæltu í Belgrad helgina fyrir ætlunum námufyrirtækisins Rio Tinto að vinna líþíum í Jadardalnum í Serbíu. Forsetinn sakar mótmælendur að grafa undan lýðræðinu. Fyrir 20 árum fundust miklar lithium-útfellingar nálægt borginni Loznica. Námufyrirtæki Rio Tinto fékk síðan leyfi til vinnslu. Lithium lykilþáttur í framleiðslu á endurhlaðanlegum rafhlöðum. Umhverfisinnar hafa lengi mótmælt áformunum, mikil mengun yrði af vinnslunni sem myndi skaða lífríkið. Þeim tókst að stöðva áætlanir fyrirtækisins fyrir 2 árum. Dómstóll komst að því í síðasta mánuði að námuvinnslan samrýmdist ekki ákvæðum stjórnarskrár. Nokkrum dögum síðar ákváðu stjórnvöld að taka ekki mark á þeim úrskurði og skrifuðu undir viljayfirlýsingu við Evrópusambandið. Íbúar í Jadardalnum segjast aldrei samþykkja framkvæmdirnar. Mótmælin í gær voru þau mestu hingað til. Borba za čist vazduh, za čistu vodu, za čistu zemlju koja hrani sve nas u Srbiji. Jadar nije na prodaju. Nećeš kopati! Nećeš kopati! Mótmælendur stöðvuðu umferð á fjölförnum vegum stund í gær og í gærkvöldi komu þeir í veg fyrir að járnbrautarlestir stæðust tímaáætlun. Aleksandar Vučić, forseti, sakar mótmælendur að grafa undan lýðræðinu og hótar að lögsækja þá sem hafa hindrað samgöngur. Zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.
Yfir 900 hafa verið handtekin og 460 þeirra ákærð vegna óeirða í borgum og bæjum í Bretlandi undanfarna viku. Á morgun vika frá því að 17 ára piltur stakk 3 unga stúlku til bana í Southport. Í dag var Alice da Silva Aguar jarðsungin frá kirkju Heilags Patriks í Southport. Hún var 9 ára gömul. Alexandra and Sergio, it is my privilege to speak to you today, to be here with you and your family today, to celebrate her life and to pay our respects. She was the sweetest child with a lovely smile. You were taken away from us too soon, and we often ask why. Why here? Why us? Why you? Ferðamannaskattur verður brátt tekinn upp í nokkrum sveitarfélögum á Lofoteneyjum í Norður-Noregi. Þar hafa sveitarstjórnarmenn kvartað yfir auknum kostnaði og álagi á innviði sem fylgir ört vaxandi straumi ferðafólks. Lofoten eyjaglasinn í Norður-Noregi orðinn vinsæll áfangastaður. I have seen a lot of photos and I was curious about this place. So I think that everyone should visit this place at least once in his life. Og núna komum 1 milljón túristar á hverju ári, eiginlega of margir til dæmis fyrir vegakerfið. Det har vært samtidskonflikter, ja, der vi ikke har kunnet løst oppdrag, eller vi må prioritere oppdrag som haster. Ja. Og det gjelder ikke bare oss, det gjelder jo ambulanse og politi, som gjør at vi får ikke alle nødetat. Reglur bílastæði á eyjunum voru hertar í fyrra og sveitarfélögin þarna vilja skattleggja ferðafólk til að geta staðið að uppbyggingu á innviðum og viðhaldi á ferðamannastöðum. Her det jo de som velger å komme til Lofoten på ferie som en tur som bør belastes. Det betyr alle veier inn til Lofoten. Vann, luft og vei. Og nú þessi áform að verðað veruleika. Þau verða pröfukerði í Lofoten á þeirri forsendu að skattarnir verði eyrnamerktir þessum sveitafélögum og verkefnum þar. Hvorfor har det tatt tid? Fordi at det et omfattende lovarbeid. Det mange ulike modeller som finnes andre plasser i Europa, som vi selvfølgelig har sett på. Men nå vi i innspurten, og det skal leveres nå i løpet av høsten. I think it's a good thing, yeah. Why? Because I think they have a responsibility as well, yeah. I think for me it would help that I know that it's being used to keep the area clean and keep the natural environment as it is and as it should be. Kan du komme med en dato her og nå? Altså, det en veldig dum ting som politiker å komme med en dato, men det skal komme så raskt som mulig i løpet av høsten, det kan jeg love. Det lover du? Ja, det lover jeg. Bóndi í Hornafirði segir að vegaframkvæmdir Hornafjarðarfljót hafi valdið flóðum sem skemmdu kartöflugarða og beitiland. Heimamenn hafi varað við áhættunni í áratugi. Vega- og brúargerð yfir Hornafjarðarfljót hefur staðið yfir í nokkra mánuði. Framkvæmdirnar þvera fjörðinn og vatni veitt í gegnum brú á einum stað. Talsverð úrkoma hefur verið í Hornafirði undanfarið og í vikunni flæddi inn á kartöfluakra og beitiland. Bóndi á svæðinu kennir framkvæmdunum Núna gerist það aðfaranótt 5. ágúst að það búið að þrengja það mikið að núna við framkvæmdirnar með gerð bráðabirgða brúar að það lónaði vatn upp í Garlönd frá 2 bæjum og jafnframt fór hluta beitilandinu að verið leita undir vatn og þetta bara eitthvað sem búið að vara við en hefur aldrei verið hlustað á. Kartöflu og kornrækt hefur verið stunduð á svæðinu áratugum saman. Sveinn segir að nú sé orðið áhættusamara að rækta landið og að mikil óvissa sé framtíð þess. Þetta bæði skemmir uppskeruna þannig að kartöflurnar geta kafnað og skemmst og svo líka bara þetta þarna búfé líka í hættu og þannig að þetta breytir náttúrulega með öllum hætti hvernig menn geta nýtt landið til framtíðar allavega ef að svona framfer eins og á horfir nú. Hann gagnrýnir vinnubrögð vegagerðarinnar og segir að heimamenn hafi varað við þessu möguleika í áratugi. Þá óttast hann að hinn endanlega brú muni ekki heldur hafa undan í vatnavöxtum. Já, það náttúrulega það sem við óttust og það kom okkur náttúrulega á óvart að það þyrfti svona lítið til að þetta
gerðist. Á Fljótsheiði í Þingeyjarsveit standa yfir rannsóknir og merkingar á álftum. Á meðan þær fara fram eru álftirnar sallarólegar í sérútbúnum spennitreyjum. Þær eru í sárum, þannig að það geta ekki flogið. Og þá eru þær öruggastar sig á vötnum og við bara siglum á eftir. Það er bát með utanborðsmótor og langan krókstjaka, krækjum fyrir hálsinn á þeim, kippum upp í bátinn og pökkum inn í spennitreyjur. Þær eru sallarólegar. Á Hrappstaðaselsstjörn á Fljótsheiði eru 100 álftir sem merkja á og skoða. Þær eru fangaðar í hollum og siglt með í land. Þegar í land er komið hefst vinnan. Fuglarnir eru skoðaðir frá toppi til táar. Við getum fylgst með hvað þeir verða gamlir, hvert þeir fara. Og núna er verið að setja sendigræjur á hálsinn á nokkuð mörgum fuglum. Þannig er þetta að fylgjast með þeim daglega og sjá til dæmis hvernig þeir haga fluginu til Bretlandseyja þegar þeir fara þangað í haust og svo bara þegar þeir koma aftur næsta vor. Og með Sverri í för eru breskir fuglafræðingar. Hvað skildu þeir segja uppruna álftarinnar? I think for half of the year they're Icelandic. For the other half of the year they're British. But no, they're true Icelandics. And of course they spend quite a lot of time in Britain, but equally, they hatch in Iceland, so I think they're duly Icelandic. Og þegar sérfræðingarnir hafa lokið sínum mælingum eru álftirnar losaðar úr spennitreyjunum og þeim hleypt út á vatnið á ný. Ólympíuleikunum í París lauk í dag og lokahátíðin stendur enn yfir á Stade de France leikvanginum. Síðustu verðlaun leikanna voru afhent hinni hollensku Sifan Hassan sem kom fyrst í mark í maraþonhlaupinu í morgun. Eftir að búið var að hylla íþróttafólkið og 45.000 sjálfboðaliða tók við mikil skrautsýning á Stade de France. Þar komum við sögu dulmagnaðar verur sem svifu leikvanginn og tengdu saman Ólympíuleika til forna við nútímann. Ólympíuleikarnir verða næst í Los Angeles í Bandaríkjunum eftir 4 ár. En hvernig þykir almennt hafa tekist til á Parísarleikunum og fyrir hvað má búast við að þeirra verði helst minnst? Já, ætli þessara leika verði ekki fyrst og fremst minnst fyrir það hvað er búið að nýta París sem borg og íbúa hennar rosalega vel. Leikarnir hafa verið út alla borg, það hafa verið leikvangar hér og þar borgina og mörg af helstu kennileitum borgarinnar hafa líka verið nýtt undir leikvanga. Opnunarathöfnin sjálf fór fram á Signu þar sem að borgarbúar gátu fengið að fylgjast með. Borgarbúar fengið að hlaupa maraþonbrautina á milli maraþonhlaupana hjá köllunum og konunum og svona skipuleggjendum hefur verið mjög í mun að koma borgarbúum inn í þessa leika og það hefur heppnast ofsalega vel. Íþróttalega hafa þessi leikar líka verið bara vel langt yfir meðaltalið. Það hefur náðst frábær árangur í mjög mörgum greinum og eftirminnileg afrek unnist. En svo er þetta náttúrulega á Ólympíuleikum er það alltaf þannig að einhvern veginn allir sem að taka þátt fara með góðar minningar heim af svona veislu eins og Ólympíuleikar eru og ég held að það er jafnt við íþróttafólki sjálft, alla gesti sem komu hingað fleiri milljónir áhorfenda sem að sóttu alla þessa viðburði og vonandi borgarbúa líka. Þannig ég held að svona ef við tökum þetta saman á stuttan hátt mjög vel heppnaðir leikar. París er stærri fyrir vikið og ég held að aðdáun heimsins á Parísarborg og íbúum hennar hafi aukist. Við höldum okkur við hátíð því að á Hólmavík var hátíðin Sameinist á Ströndum haldin í fyrsta skipti helgina. Heimamenn og hátíðahaldarar segja þessa fyrstu tilraun hafa gengið vel. Fjölskylduhátíðin Sameinumst á Ströndum er framtak ungs heimafólks á Hólmavík. Þau tóku málin í sínar hendur eftir að bæjarhátíðin Hamingjudagar á Hólmavík lognaðist út af en sú hátíð hafði verið haldin frá árinu 2005. Þegar ljóst var að fiskidagurinn mikli á Dalvík yrði ekki haldin í ár þótti þeim kjörið að nýta þá helgi fyrir hátíðarhöld. Nóg var að vera fyrir alla helgina. Loppumarkaður, andlitsmáling, grill og hoppukastalaskemmtun var meðal þess sem var á dagskrá helgarinnar og áhugasamir fóru á hestbak. Hátíðarhaldarar segja helgina hafa gengið vel og telja mætinguna góða. Nokkur 100 manns hafi sótt Hólmavík heim helgina. Hátíðin sé því komin til að vera og fólk hvatt til að taka helgina frá að ári.
Ásdís Melsteð margföld amma sem býr á Húsavík. Hún þó engin venjuleg amma því nýverið varð hún Íslandsmeistari í hröðustu íþrótt landsins, spyrnu, nánar tiltekið áttungsmílu. Ásdís býr á Húsavík ásamt eiginmanni sínum og barnabörn þeirra eru orðin 8. Hún starfar sem stuðningsfulltrúi í grunnskólanum og prjónar og hjólar bæinn í frítímanum. En þegar hún og eiginmaðurinn fjárfestu í Tesla á síðasta ári, hvatti vinur þeirra þau til að prófa spyrnu og fljótlega var búið að fjárfesta í annarri Tesla, S-Plate módeli með einkanúmerinu Granny. En ekki hvað. Hvað var það sem heillaði bara við þetta? Hraðinn. Ég elska að gera hratt. Kerði sjúkrabíl 10 ár. Þannig að ég pínu svona adrenalínfíkil. Hvað finnst barnabörnunum amma sé að keppa í kappakstri? Örugglega eitthvað skrítið. Já, en ég held að það var bara gamla því samt. Þó aðeins sé rúmt ár síðan Ásdís byrjaði að keppa í spyrnu hefur hún unnið allar keppnir sumarsins. Hún varð á dögunum Íslandsmeistari í sínum flokki og stefnir hraðbyrja á bikarmeistaratitilinn líka. Fyrsta keppni sem ég vann var náttúrulega miklu meir inn í bjóst við, sko. Ég gerði mér ekki grein fyrir því að þótti þetta vera hraðskjóri bíll að hann væri þetta góður. Og ég með svona gott viðbragð, þetta er náttúrulega ekki bara bíllinn. Ég er góð á ljósunum eins og þau segja. Keppnisdagarnir eru langir og oft löng bið, en Ásdís lætur sér ekki leiðast. Og þá sit ég bara og prjóna. Á meðan að hinir kallarnir eru allir svona í húttinu á bílunum sínum að gera eitthvað sem ég veit ekkert hvað er. Það því ég hef ekki umstænd á bílum. Ég bara keyri hratt. Þá skulum við vita hvernig viðrar á ömmur á Húsavík og okkur hinn. Kröpplægð nálgast og skil hennar ganga inn á austurströndina í fyrramálið og leita vestur yfir landið. Rigna mun talsvert og þó sérstaklega austan og norðanlands þegar skilin fara yfir. Það má einnig búast við hvassviðri á köflum og hefur Veðurstofan gefið út gula viðvörun fyrir Suðausturland þar sem að snarpar vindhviður geta verið varasamar ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir kröftugum vindi. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur okkar í kvöld og hann ætlar að fara yfir horfur næstu daga. Að loknum íþróttafréttum, Kristjana Arnarsdóttir færir okkur þær í kvöld. Síðasti keppnisdagur Ólympíuleikanna var í dag og var leikunum svo formlega slitið á Stade de France í París í kvöld. Íslandsmótið í frisbeegolfi fór fram helgina og lauk í Grafarholti í dag. Spennan var mikil í opnum flokki karla. Og það var hart barist í bestu deild karla í fótbolta, íþróttir hér handan við hornið. Og þá helst til fréttan okkar. Úkraínskir hermenn hafa náð yfirráðum í nokkrum þorpum í Rússlandi í dag og eru sagðir komnir 30 km inn fyrir landamærin. Dæmi að lagnir í húsum sem Þórkatla hefur keypt í Grindavík hafi gefið sig. Til stendur að ráða 2 starfsmenn sem eiga að hafa eftirlit með íbúðarhúsnæði í bænum og sinna viðhaldi. Ferðalangar sem koma til Lofoteneyja í Noregi þurfa bráðum að greiða sérstakan skatt sem nýta á til uppbyggingar innviða. Sveitarfélögin eru fátæk og ráða ekki við sífellt fleiri fréttamenn sem þangað koma. Ferðamenn afsakið. Vega á brúargerð yfir Hornafjarðarfljót ógnar framtíð kartöflugarða í Hornafirði að mati bónda í nágrenninu. Heimamenn hafa varað við áhrifum framkvæmdanna í áratugi. Með fréttamenn á heilanum eða kannski vegna þess að ég hef tíðindi af fréttum. Því að þetta nefnilega síðasti nýju fréttatími sumarsins og á morgun færast kvöldfréttirnar aftur á sinn hefðbundna stað klukkan 7 og þá verður einnig seinni fréttur klukkan 10. Þangað til að þá minnum við ykkur á næsta útvarpsfréttatíman klukkan 10 og einnig vefinn okkar RÚV.is. Við kveðjum í kvöld með svipmyndum úr gleðigöngunni sem farið var í Reykjavík í gær. Takk fyrir helgina og verið sæl. How you wanna
I feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I'll keep you out the cold. I'll give you all my time, baby. You know, even when we're